Góðan daginn. Nú ætlum við að fara að byrja, þannig að ég bið hljóð í salnum. Komið sæl og verið velkomin á Hrafnaþing. Í dag ætlum við að fræðast haferni. Það komin til okkar góðu gestur sem heitir Snæbjörn Pálsson. Hann prófessor í stofnlíffræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands og rannsóknarsvið hans stofnerfðafræði, þróunarfræði og vistfræði. En hann hefur undanfarin misseri verið að beina sjónum sínum að haförnum og í erindinu sem hann flytur okkur í dag ætlar hann að segja okkur frá niðurstöðum á greiningu á breytileika í erfðamengjum hafarna á Íslandi, Grænlandi og Norður-Evrópu og aðgreiningum milli landanna og sögulegum stofnsveiflum. Á meðan hann talar þá ætla ég að láta gestabók ganga og biðja ykkur að rita nafn ykkar í hana. En ég býð þig velkomin, Snæbjörn, og gef þér orðið. Já, takk. Já, ég heiti Snæbjörn og ætla að segja ykkur frá þessari stúdíu, rannsókn sem við verið að vinna undanfarin ár með aðstoð Kristins Hauks, Náttúrufræðistofnun og við erum nemendur sem að unnum með mér í þessu, doktorsnemi sem að kláraði fyrir rúmu ári síðan og doktorspróf og annar sem að kláraði meistararitgerð og eitt sem kláraði líka BS-verkefni. Og þetta eru með að sýna ykkur gögn sem við höfum verið að birta núna í 2 greinum á síðasta ári. Smá svona inngang fyrst, því að þetta svona það sem að mótar breytileikan í erfðamengjum sem við erum að skoða. Og við getum fyrst að tala aðeins jökulskeiðin. Ísland hefur endurtekið þakið jöklum og þannig að búsvæði á Íslandi ungt. Þannig að bara á síðustu 10.000 árum sem að flesta lífverur, nánast allar, og það til nýlega fundust nokkuð lífverur sem að virðast hafa að lifa hér lengur, en aðra lífverur hafa þurft að nema land hér síðustu 10.000 árum. Og það kannski mislangt síðan það hafa verið lengi sem það hafa verið hér og þau bera þess merki ef við skoðum erfðaefni þeirra. Og jökullinn fylgdi og stór svæði á norðurhveli en í sumum tilvikum gátu lífverur lifað af á ísröndinni, tundru sunnan við jökullinn eða í svokölluðum hælum hér syðst í Evrópu og kannski sikkur megin við Klettafjöllin í Ameríku. Og svo þegar jöklarnir hopuðu að þá fylgdu lífverurnar á eftir og þetta hefur verið vinsælt rannsóknarefni svona síðustu 20 eða 30 árin má segja að greina þessa sögu sem að má sjá í erfðamörkum og í sumum tilvikum sjáum við svona skýr merki. Það ekki alltaf reyndar sem að þetta svona dæmi þar sem að lífverur hafa lifað af í þessum hælum á suðlægari breiddargráðum og á kannski ekki við lífverur sem að lifðu svona í einhverju rönd meðfram ísnum. Og í sumum tilvikum mætast ólíkir stofnar eins og hér fyrir Birni, þar sem að virðist hafa lifað af á Spáni og svo aðrir á Balkanskaga eða hérna við Svartahaf. Og þar hafa þeir aðgreinst í langa tíma en þegar þeir koma saman í Skandinavíu þá svona myndast svona skýr mörk, stundum kallað blendingsvæði og stundum þetta jafnvel orðnar ólíka tegundir sem ná ekki að æxla saman en í sumum tilvikum æxlast þeir saman og þetta getur verið svona skörun sem getur verið mjög skörp eða náði yfir ákveðin svona bil. En þetta gerir að verkum að margar þessar tegundir sýna oft lítinn breytileika nema á þessum skýru, á þessum mörkum. Og við sjáum þetta til dæmis á Íslandi að í sumum tilvikum erum við með, eins og í vorflugutegund, þá erum við með kannski einhver flugur sem hafa komið bæði að austan og vestan og það mikill breytileiki en oft á tíðum sjáum við lítinn breytileika innan þessara svæða. Og ættartréin oft grunn sem byggð á þessum erfðabreytileika sem endurspegla þá þessa sögu að geta rakið sig til sameiginlegs forföðurs á tiltölulega stuttum tíma.
En annars með komið ljós líka að kannski fáar tegundir á háum breiddargráðum miðað við á suðlægari, en það oft margar svokallar undirtegundir eða deilitegundir sem að skiljast að í útliti. Það eru kannski mjög stórar eða mjög stökkar eða mismunandi litir eins og æðarfuglum til dæmis. Og við sjáum þetta meðal vaðfugla í kringum Norðurpól, kannski ein tegund en hún skiptist upp í nokkrar slíka deilitegundir. Komum á hafernunum, þá hefur verið lýst einnig svona undirtegund á Grænlandi út á stærð. Það séu stærstu ernirnir en Ísland líka áhugavert. Það jú, eins og ég nefndi, stuttur tími, en vegna þess að við erum landfræðilega einangraðir hér á Íslandi, eða lífverur á Íslandi, að þá geta stofnanir, ef það er ekki mikið far, það er að segja að lífverur sé að fara á milli, það getur tegundir hér þróa sjálfstætt. Það er að segja óháð því hvað er að gerast á meginlandinu. Og þannig geta aðgreint smá saman frá stofnum meginlandinu, það geta safnað í þessum ákveðnum stökkbreytingum. Það getur verið sérstök skilyrði á Íslandi sem eru öðruvísi en annars staðar og það getur þá vegna náttúrulegt val mótað þennan breytileika og flýtt fyrir ákveðinni þróun. En þessi breytileiki, henn er þróunin, hún er háð breytileikanum og það setur þróuninni svolítið takmörk, eða litlir stofnar, þá lítill breytileiki og þá getur lífverurnar kannski ekki þróast að þessum aðstæðum eins og þau kannski gætu ef stofnarnir væru stórir. Og annað er að skaðlegar stökkbreytingar safnast frekar fyrir í litlum stofnum. Það er náttúrulega valið veikara sem ætti að hreinsa þetta skaðlegu breytingar í burtu og það geta því safnast fyrir og það er líka meira hægt á skyldleikaæxlun. Oft þessar skaðlegu breytingar sem eru til í stofnum víkjandi, það er að segja að það greinast ekki nema einstaklingar erfiða bæði frá föður og móður, að það er meiri líkur á því að það gerist og það geta haft neikvæð áhrif, meiri neikvæð áhrif. Þetta er svona smá formáli að því sem ég ætla að koma að. En það er ýmis dæmi svona þessar undirtegundir við Ísland eða Ísland og nágrannalöndin. Dæmi til dæmis músarundir fær þá þetta deilinafn hér, deilitegundanafn Islandicus eða Islandica í önnutillingum og einlenda tegundir þekkjum við eins og með grunnvatnsmarflær og það er sýnt fram á það er sérstakur stofn hér af rostungum eða var. Þetta er bara byggt á beinafundum og við sjáum líka merki svona sérstaka þróun í vatnabobbum, vorflugutegundum og fleiri. Og músarnillinn, bara svona stutt dæmi, þar sem við sjáum greiningu á erfðamörkum, hér 8, þetta er mjög minni en þess að þetta segir á hafernunum, en þar sjáum við aðgreiningu milli íslenska undirtegundarinnar, þeirra í Færeyjum og svo á meginlandinu. Og þarna mátum við að þetta hefur aðgreinst fyrir 10 til 15.000 árum, eða bara eftir síðasta jökulskeið. Og þetta er svona dæmi mynd sem sýnir eiginlega bara uppruna hvers einstaklings. Hver súla hér er einn einstaklingur og hér allar á Íslandi, þeir flokkast eiginlega bara til íslenskra. En hér í skosku, þar er þetta svona eins og blendingur, áhrif af þessu ljósgráa sem kemur frá meginlandinu. Og þá er kannski eins og hér er eingöngu, getum við hugsað okkur þetta sé svona eins og skosku stofnin sem er upprunnin úr, en þessi gæti verið afkvæmi einhvers frá meginlandinu og þessum skoska. Og þá er þetta svona til helminga nokkurn veginn. En breytileikinn sem við sjáum, hann endurspeglar stofnstærðina og tölum í erfðafræði effektífa stofnstærð. Það gerum við ráð fyrir að allir einstaklingar í stofnunum taki þátt í æxlunni. Og við hugsa okkur að það sé svona eins og breiddin á þessum súlum. Hér væri einhver stofn í fortíðinni og breytileikinn sem við sjáum í DNA-inu, hann ræðst að því hvað eru margir einstaklingar, en líka hver stökkbreytið tíðnin er. Það er oft svona lýst sem margfeldi þessu tvennu.
En síðan skiptir máli hvort að við séum með 2 stofna eða 1 eða marga ólíka stofna og svo far þarna á milli. Og síðan þetta að meta með líkönum í tölvu hversu líklegt að fá ákveðin gögn miðað við ákveðina svona stofnsögu, þar sem að stofn skipst upp á ákveðinu tíma, þannig ákveðinu stærð og svo fara einstaklingar á milli og gefið þá kannski stökkbreytið tíðni sem hefur kannski verið metin fyrir ákveðina. Já, hér hefur eitthvað skolast til, ég veit ekkert hvað hefur gerst hérna. Eitthvað undarlegur texti komið þannig inn. En ég kem aðeins til með að skoða þetta og við höfum áhuga að vita, er það fleiri en 1 stofn eða ekki, og þá er þessi oft skipt upp breytileikanum, annars vegar í breytileika milli hópa á móti heildarbreytileika, sem við getum sagt að sé annars vegar milli eða innan. Þannig að heildin væri þá breytileiki innan og á milli, og svo er þetta þá einn stærð sem að eða hlutfall breytileikan sem er á milli hópanna. Þannig ef að þetta er 0 eða mjög lítil tala, þá er nánast allur breytileikin út af breytileikanum innan hópanna. En ef þetta er nálægt 1, þá er hann eiginlega allur milli hópanna. Og þetta er svona, getum við nota svona ákveðna stærð til að segja okkur til hvort að sem endurspegla þetta. En hafernir á Íslandi, þegar hann er í útrýmt til lok 19. aldar, og við sjáum hér yfirlitsmynd sem að fékk frá Kristni. Er það ekki? Hvað segirðu? Hún er ekki raunfær lengi? Nei, þetta er gömul mynd og hún hefur haldið áfram. Þetta er til 2010, því miður aðeins nú neðarlega myndin. En þetta hefur ná saman hérna farið fjölgandi. En frá 1870 sjáum við fækkun niður hérna 1914 þegar hann er friðaður. En síðan er hann í 20 stofnun, í 20 pörum alveg fram til 1970 eða svo. En 68, ef það er rétt munið á mér, að þá er stöðvar sett bann við að bera út eitur fyrir refi í hræjum, og það er ekki fyrir þá sem að stofninn er að taka við sér. Fjölgar hægt og bítandi, erum komið með 80 eða 100 pör í dag. Og þetta hefur gerðist víða heim, útrýmt á mörgum svæðum eins og á Bretlandseyjum. En haförninn er núna svona dæmi vel heppnaða náttúruvernd, þar sem að stofnarnir hafa að taka við sér víða heim. Og orðnir bara algengir til dæmis í Skandinavíu tiltölulega, og dæmi til dæmis haförn í Kaupmannahöfn sem að flæktist í bögglaber á reiðhjóli, einhver var komin alltaf að fara að hjóla. Þannig að menn fann svona að hugsa hvað að gera við þessa hafverði núna. En þar eru þeir ef þetta gengið mun hraðar. Það er frjósemin mun meiri, eða jafnvel alltaf þrefalt hærri en á Íslandi. En það er ýmis vandamál sem að ernirnir standa frammi fyrir. Það er rafmagnslínur eins og hefur verið lýst hér og hefur verið skotnir eða blýeitrun og núna vindmyllur eða mögulega hérna á Íslandi. Og eins var vandamál víða í Evrópu og kannski allan heim eða á útbreiðslusvæðinu og öðrum örnum í Ameríku voru lífræn þrávirk eiturefni sem hafði áhrif á frjósemi. Dæmi erni sem voru að settust á óðal og undirbyggu varp kannski áratugum saman eða árum saman og áttu engin afkvæmi vegna þessara eiturefna sem er búið að banna í dag. En ernir og aðrir toppafræningar oft viðkvæmi fyrir svona uppsöfnun eiturefna og eru því ágætis merki eða svona vísi tegundum heilbrigði umhverfisins. Þannig að en við sjáum þrátt fyrir þessa stöðugu fjölgun síðustu áratugi, þá sjáum við svona ákveðnar sveiflur eins og hér á bili frá 2002 til 2011. Sum ár eru jú betri en önnur. Markmiðið hjá okkur er að athuga
Þetta út frá svona erfðafræðilega vinkli og þetta er svona áhugavert bæði fyrir náttúruvernd og líka þróunarfræði, þessi áhrif af litlum stofnstærðum, hvernig þróast þeir. Oft hafa verið búin til einhver svona fræði eða líkön hvernig þróun á sér stað, en það eru oft miðað við stóra stofna. Og við getum spurt líka hvað svona vandamál standa hafernir frammi fyrir með tilliti erfðafræðinnar hér. Það eru stofnstærðin, eru fleiri skaðlegar stökkbreytingar. Hver er uppruninn íslenskra hafarna? Rannsókn sem var gerð 2007 sýndi að íslenski og grænlenski hafernir svipaði mest til þeirra í Skandinavíu. Hér er þetta byggt á hluta úr hvatbera-DNA. Hvatberar eru svona sambýlislífverur í okkar og allra dýra og heilkjörnunga, það sem er upprunnin úr bakteríum og eru með svona hringla sammynd sem eru mikið skoðuð og svona tiltölulega auðvelt að skoða. En hún sýndi megin skiptingu milli Austurs og Vestur-Evrópu, en þetta er svona spannar útbreiðslusvæðið, allt frá Grænlandi til Japans. Og þetta er svona hlutfallsleg skipting af ákveðnum gerðum sem við sjáum í þessum kökum. Og þannig þessi gula gerð sem er hér, hún finnst líka hérna. Og svo mjög lík þeirri gerð var þessi rauða sem fannst bara á Íslandi og Grænlandi. En síðan söfnuðum við líka ekki bara sýnum frá byrjun þessar aldar, heldur líka frá byrjun síðustu aldar. Og þá er hugmyndin að reyna að bera saman þessi erfðamengi frá breyttist eitthvað á þessum tíma sem öll þessi tilraunastarfsemi hefur átt sér stað með eiturefnum og sem hefur verið að dreifa út í náttúruna. Og við erum reyndar ekki búin að skoða það almennilega, vonast til að geta gert það betur síðar. Og svo líka hvort að þessi hefur skyldleikaæxlun einhver neikvæð áhrif á frjósemi. Fengum blóðsýni úr vöktun Náttúrufræðistofnunar á Íslenska hafardastofnunum, ýmis vefjasýni frá Grænlandi, Noregi, Danmörku og Íslandi. Og við höfum athugað svokölluð örtungl, það er breytileg endurtekningar í erfðamenginu. Byrjuðum að skoða það, gekk ekki sérstaklega vel. Það var greint að hluta í erfðagreiningu, þótt að þessu með duglegir þar, þá hafðu þeir aðalega áhuga á að gera eitthvað annað. Þannig að gögnin voru svolítið gloppótt. En svo fórum við að skoða, nota svokallaða ratseggaðferð, þá eru raðgreindir stuttir bútar vísvegar úr erfðamenginu. En síðan þegar við fengum ég fikk styrk í þetta verkefni, þá fórum við að raðgreina heilu erfðamengin. Það er orðið svona, gefur betri, meiri tæmandi upplýsingar. En greiningarnar á örtunglunum sýndu svolítið áhugaverða niðurstöðu og það kemur inn á þessi tengsl milli skyldleika og frjósemi. En það er eitthvað sem við eftir að skoða betur. Og það sem við gerðum hérna, eða ég gerði hér, þá reiknaði ég skyldleika milli unga innan sama óðals og athugaði fjölda unga á sama óðali sem hefðu komið undir á, frá 2000 til 2011. Þessum talningum sem Kristinn Haukur og félagar hafa safnað saman. Og þá sáum við ákveðin neikvæð tengsl. Það er að segja eftir því sem að skyldleikin innan óðalanna var meiri, því færri ungar komast á legg á þeim óðalum. En þetta ætlum við síðan að reyna að skoða betur með ítarlegri gögnum sem við erum með. Það var bara byggt á frekar fáum erfðamörkum og það vantaði svolítið í gögnin. En það er kannski svona næsta. En hér er svona yfirlit yfir staðina og sýnin. Við skoðum með þessari ratsegg meiri fjölda og þetta er eitthvað sem við höfum eftir að greina betur og þá horfa bara á Ísland. En síðan er þetta svona sýni frá þessum 5 löndum og reyndar gamall frá Tyrklandi sem
sem við vitum reyndar ekkert mikið hann fannst á safni, eða var á safni, en sýnir ykkur hvar hann raðast. Og svo erum við með einhver sýning líka hérna frá því 1900, sum aðeins eldri, og svo Íslandi er þið reyndar 1930 eða 40 minnum mig. En herðamengi er 11.000 milljónir, þetta er gríðarlega háa tölur, mikið af gögnum. Og þarna vorum við ekki með gott, maður fær bara stutta búta sem er svona eins og 150 basar eða á því bili og fullt af þessum litlu röðum, og þessu er síðan raðað á erfðamengi sem er til staðar, sem hann hafði gert fyrir gullörnin. Það var ekki neitt almennilegt fyrir haförnin þegar við byrjuðum á þessu. Og síðan með því að raða sem sagt öllum þessum bútum á, þá er hægt að ákvaða sem sagt arfgerðina, hvaða fyrir hvern einstakling. Hvort hann sé arfhreinn, með sem sagt það sama frá föður og móður, eða arfblendin og þá með ólíka gerði frá föður og móður. Og núna erum við komin með gott erfðamengi fyrir haförnin, og það er svo sem svipað eða að svipaðri stærð, en það er stærra í haförninum, það eru 34 kynlitningar, eða litningar með kynlitningunum, og það er aðeins stærra en í gullörninum. En þetta er eitthvað sem er í vinnslu og það er verið, þetta er hluti af alþjóðlegu verkefni sem er verið að taka saman erfðamengi úr ólíkum tegundum. En sýnin sem vorum með, dreifast hérna frá, þetta er út frá Norður-Evrópu og notaði sem merkingar hérna fyrir, við erum frá Danmörku, sögulegt og H fyrir sögulegt og C fyrir nútíma. Danska stofnunin var útrýmt á 20. öld, en þeir námu land aftur eftir 1990 og það gengi bara mjög vel og fjölgaði sér hratt þar. En norski stofnin, það er svona stærsti haförnastofnin í dag, telur fleiri þúsund. En annars erum við að tala kannski 500, ég man þetta rétt, nokkur annað 100 hér í dag, og svo eins og talaðum áðan kannski 80-100 pör og eitthvað meira í Grænlandi, hvort það sé svona 200 pör kannski. Og svo er hérna eitt frá sem var á safni, sem var frá Tyrklandi, en það gæti verið að þetta hafi verið vetrarfugl. Þannig að þeir eru til dæmis algengir í Króatíu og hérna til dæmis við Svartahaf, og stundum geta þeir flogið langar vegalengdir. Það hafa fundist sérstaklega haförn á Hawaii til dæmis, þótt þeir sé ekkert að verpa þar, hafa bara einhverja tekið sér flogið bara, eitthvað, og menn hafa verið að koma fyrir ungum eða fuglum á Bretlandi, og þá hafi verið að sjá að þeir eru að fljúga hér, taka svona hring yfir Frakkland og England, og hér geta þeir flogið eftir Eystrasaltinu upp og niður. En á Íslandi eru yfirleitt taldir bara staðfuglar, og líka það er ekki vitað neina flug af örnum frá meginlandinu til Íslands eða frá Íslandi til meginlandsins. En kannski breytist það núna þegar stofnarnir fara að stækka. En við byrjum að skoða hvatbera-DNA-ið, og þar sjáum við skýra mun milli landa. Við sjáum að það eru ákveðina greinar í ættartré hvatberjanna, og við sjáum að íslensku eru líkastir grænlensku, og svo því næst Noregi, og svo þeim dönsku og eistnesku. En eitt sem er svolítið skrítið sem kemur í ljós er að við sjáum að það eru 2 ólíka greinar innan Íslands, og líka innan Grænlands og líka innan Noregs. Þannig það er eitthvað svona skrítið, það er eins og hefur viðhaldist, jafnvel þótt að stofninn verið svona lítill, ólíkar gerðir af þessum hvatberum. Og það er líka svona eitthvað merki að það er eitthvað svona náttúrulegt val. Við sjáum meira
amínósýrur, sæti í erfðamenginu sem verður skipta einhverju máli. Má skipta breytileikan upp í það sem skiptir máli og það sem skiptir ekki máli. Megnið af þessum DNA-upplýsingum eða þessum bösum í DNA-nu skiptir bara engu máli. Það á milli gena eða inn í genum sem aldrei umritað í neitt sem notað. Og kannski eina tilgangur með því ef það hægt að tala það að bara halda þessu saman í einum eða í litningum og kannski að tryggja fjarlægð milli genanna þannig að þau erfist síður saman. Það að segja að það brýtur upp tengslin, sem kallað endurröðun. En þetta ekki alveg, menn svona að leita að skýringum á þessu. Það möguleiki að þetta sé eitthvað val hér, náttúrulegt val, og í fuglum þar erfast hvatberar alltaf með einum kynlitningunum. Það talað vaff, tvöfaldvaffa og zeta kynlitninga í fuglum, X og Y okkur. Hvatberarnir erfast frá móður til afkvæma og sama gerist með tvöfaldaflitningin í fuglum. Þannig að kvendýrin eru með sikkvort kynlitningin en við erum til dæmis, karlmenn eru með sikkvort kynlitningin. Þar erfum við Y frá föður en hvatberan frá móður. Y væri þá sambandlegt við tvöfaldaf. En þannig að það gæti verið eitthvað annað að gerast á tvöfaldaflitningnum sem útskýrir þetta. Og þetta eitthvað sem við ætlum að reyna að skoða. En erfðabreytileikinn hins vegar bara, ef við skoðum allt erfðamengi, þá sjáum við færri breytileg sæti á Íslandi og Grænlandi sem eru breytileg sæti og arfblendin, ef við skoðum bara hvern breytilegt sæti fyrir sig og athugum hvað mörg svoleiðis breytileg sæti, þá það helmingi minni á Íslandi og Grænlandi en í meginlandinu. Og skyldleikaæxlunin virðist líka vera töluverð á Grænlandi og Íslandi. Það að reikna það reyndar á ólíka vegu, en þegar við gerum það með að skoða bara hlutfall breytilegra sæta per einstakling, þá sjáum við þessa skýru skiptingu, þessi kassar hér sem sýnir dreifinguna, að þar eru mun hærri en þessir hér á meginlandinu. Þannig að það svona samanborið við meginlandsstofnuna er mun skyldleika æxlaðri, sem endurspeglar bara það að þeirra litli stofnar sem hafa verið kannski einangraðir lengi. Hérna svona kannski aðeins tæknilegra, en þarna verið að horfa á það sem kallað hvort blokkir innan erfðamengisins eru einsleitar. Þetta er kallað á ensku runs of homozygosity, að þá eru svona ákveðnir litningarnir erfast saman, en þeir endurraðast við milli. Við erfum litning frá föður og móður og svo þegar við eignumst afkvæmi þá blandast þessi litningar svolítið saman. Þannig að afkvæmi okkar fá hluta á litninginu sem við fengum kannski frá móður okkar og hluta frá föður. Og það myndast þess að þá, ef stofnar þeir litlir, þá brotna þeir kannski síður í sund, svona endurraðast þeir síður. Það er svona ákveðna líkur að það gerist og það er meira þetta að þessir stórir og arfhreinir slíka blokkir í íslenska og grænlenska miðað við á meginlandinu. Það er svona önnur leið til að lýsa þessu. Og við sjáum þessa skýru aðgreiningu, hér getum við staðsetta einstaklinga út frá hvað eru líki hvor öðrum. Hérna einstaklingar frá Grænlandi, þeir eru allir frekar líki hvor öðrum í samanborið við hina og hérna uppi þeir íslensku og svo eru hér meginlandsstofnarnir, hópast allir saman. Þannig að það er mjög skýr aðgreining hérna á milli í samræmi við það að það hafi ekki verið neitt far hérna á milli í allavega töluverða langan tíma. Og svo sjáum við hér í Evrópu, meginlandinu, norsku, í nútíma og svo eldri. Þetta eru dönsku í dag og dönsku eins og þau voru í stofnunum sem að dó út. Þannig að þeir eru töluvert frábrugðnir. Og við sjáum nú eftir að það eru líka svolítið svona breytilegir dönsku einstaklingarnir
eins og þangað hafi komið einstaklingar úr ólíkum áttum. Kannski að sunnan og að austan. Og svo þessi eistnesku hérna og hér þessi tyrkneski. Hann bara hérna í hóp með þessum gamla danska stofni sem kannski Suður-Evrópu stofn frekar. En þarna vantar okkur töluvert fleiri sýni til að geta sagt kannski alla söguna. Og hér svona dæmi stofngerðina, þetta nálgast þetta svona ólíka vegu, en við sjáum meginskiptinguna ef við skoðum þetta svona, ef við skiptum breytileikanum í 2 hópa, þá sjáum við annars vegar Ísland og Grænland versus meginlandið. En ef við ákveðum að velja 3 hópa, þá sjáum við Ísland og Grænland myndi 1, en síðan sjáum við skiptingu milli innan meginlandsins, norska og svo þessa bláa hóps sem eru einstaklingar frá Íslandi og Danmörku. Og Danmörku í dag er svona blárra en þeir voru. En þetta er líklegasta skiptingin. Hún sem sagt segir að þetta sé svona eins og 4 erfðafræðilegir hópar og íslensku tilheyrir einum, grænlensku öðrum og svo þessi norsku og svo svona blandað þarna í Danmörku og Íslandi. En svo kemur svolítið áhugavert í ljós ef við veljum að hafa 6 hópa. Að þá sjáum við að innan Íslands þar verður birtist ákveðið munstur. Að þar eins og sé 2 ólíkir hópar. Og þetta er reyndar eitthvað sem við ætlum að skoða nánar, en við sjáum að þetta er svona hlutfall í hverjum einstakling, allir þess að dökkrauða eða rauða er breytilegt og hlutfall þess, það sýnir tengsl við breiddargráðu. Þannig að það er algengara við Faxaflóa en á Vestfjörðum. Þannig að það er allavega svona hugmynd að það sé einhver stigull. Eitt sem oft er skoðað þegar við erum að bera saman erfðabreytileikann yfir litninga er að þessi uppskipting sem ég var að segja frá áðan, það er að skoða fyrir hvern einasta breytilegt sæti og reikna þetta svokallaða FST sem skiptir upp breytileikanum. Og það er oft notað sem merki aðlögun eða val að ákveðnum aðstæðum. Ef að það er mjög mikill munur, þá gæti það bent til, toppar í þessu gildi gæti bent til ákveðnar aðlögunar að ákveðnum búsvæðum. En hér er búið að teikna ákveðna línu sem er þessi samfellda, sem er eitthvað sem má búast bara við út frá tölfræðinni. Ef þetta væri bara tilviljunarkennt. Og ef eitthvað þá sjáum við að það fylgir nokkuð vel, en dreifingin er frekar skekkt niður á við. Það vantar frekar hágildi. Þannig það er ekki eins og oft hefur verið talað þegar þetta er gert, að þá er verið að benda á að þannig er slatti af einhverju gildum sem sýna meiri aðgreiningu en restin og mun meiri. Og það er þá merkið jákvæða val eða aðlögun, en það er frekar eins og það sé, þegar við erum að bera saman þessar eyjastofna við meginlandið, að við séum með minni svona gildi. Og þetta er svona kannski frekar vísbendingum að það sé fáar sérstakar aðlaganir, eða bara þeir sé ekki að aðlagast vel. En meira svona vísbending, við eigum eftir að skoða þetta kannski með að staðsetja þetta í einstaka genum og spyrja, erum að sjá einhver ákveðna sæti sem skipta máli og reyna að útskýra út frá hvað genið er að gera. En svo skoðum við líka yfir tíma. Og hér sjáum við þetta er mat á hvernig stofnanir gætu hafa sveiflast yfir tíma. Og þá sjáum við, þetta nær aftur hér, tímabili hérna er síðasta hlýskeið á ísöld, frá 110.000 árum í 150.000 ár. Þá virðist vera einhver toppur, hann er aðeins lýðræður til,
Staðsetningin á toppnum ræðst svolítið líka af stökkbreytti tíðninni. Þannig ef við myndum lækka hann aðeins, þá myndi þetta færa til. En það virðist vera að þarna á síðasta hlýskeiði, eða lok þess, eða þegar nú seinni hlutan, að þá minnki stofninn. En svo hann nokkurn veginn stöðugur á síðasta jökulskeiði, en svo við hámark ístekju á síðasta jökulskeiði þá verðist vera hrun eða jafnvel eftir það. Og við sjáum það nánar á þessari mynd. Hér er 11.000 ár, 10.000 ár er sem sagt lok ísaldar og þá verðist reyndar, og hér er reyndar hámarki, gæti vera að stofninn sé að minnka mikið, en kannski er hann hérna líka að greinast í sundur á nýjum svæðum, að nema land á ólíkum stöðum. En svo sjáum við aftur sveiflu hér bara allra síðustu árin. Hér er 2000 ár, 1000 ár og svo hér nýlega og þetta getum við skoða nánar hér. Og þá sjáum við að eftir 2000, eða fyrir 2000 árum, að þá eru stofnarnir að minnka töluvert og svo aftur hér eftir 400 og 300 ár. Svona, þetta er kannski eftir innvæðingu. En þetta er svona kannski, já, svona vísbending getum við sagt. Að þarna er eitthvað sem að, þetta gæti verið bæði, sem sagt, þessi áhrifin af, sem sagt, beint á stofnstærðin, en mögulega líka þessu uppskiptingu í stofnana. En þetta gefur okkur líka mat á hvenær stofnarnir aðgreindust og þá er matið að Ísland og Grænland aðgreindist fyrir 7800 árum með besta matið. Og Noregur frá meginlandinu, þar sé eiginlega bara eftir síðasta jökulskeið og jafnvel bara þeir nema land á Íslandi og Grænlandi. Og Noregur mjög nýlegar og kannski þá bara þegar að stofnarnir hafa minnkað. Já, ég er kannski allt og lengi, en við höfum líka að skoða aðeins, bara svona örstutt hérna, að við skoðum erfðamengi úr blóði, þá raðgreinum við bara allt í eina smerðar og þar getur verið líka bakteríur eða leifar af einhverjum mögulegu míklum eða einhverju sem hefur smitað sýnin okkar. En hérna sjáum við ákveðnar bakteríur þetta eru hópar, fylkingar af bakteríum og við sjáum ákveðin hópar eins og Serratia sem er sjaldgæf fyrir 2009 en tiltölulega há í tíðni 2011 og líka 2007. Og aðrar eru bara svona alltaf í kannski litlu magni. Mögulega gæti þetta verið bara mengun á rannsóknarstofu líka, en það er ákveðnar sveiflur og við sjáum ákveðnar tengingar við sem sagt umhverfi. Hérna er milli ára. Þetta er einstaklingar frá árinu 2007, raðast hérna og sjáum svona tengsl við sem sagt ákveðna umhverfisþætti og líka eiginleika gena sem þessi sýni sem náðu að kortleggjast. En hérna eru tveir hópar sem skera sig úr af bakteríum og sem virðast tengjast til dæmis fjölda unga per ár. Þetta er í vinnslu og veit ekki hvort við ættum að draga þetta saman í ályktanir eða bara svara spurningum eða eitthvað þar sem að tíminn er, ég er búinn að tala það lengi. En það sem við sjáum er þessi skýrt afmörkuðu stofnar, aðgreindur stuttu eftir síðasta jökulskeið, einkennast af litlum erfðabreytileika. Það er ekkert svona skýrdæmi eða ekkert svona sem að æpir á mann að það sé eitthvað svona virðist vera aðlögun á Íslandi eða Grænlandi. Mögulega aðgreining innan Íslands. Þetta er eitthvað og tengsl við skyldleikaæxlun. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Og við erum komið ítarlegt litningakort að aðeins dregist að fá ítarlegt kort yfir genin, en það er í vinnslu. Og það er nýr doktorsnemi sem er að vinna í þessu núna með mér, Brynhildur Magnúsdóttir.
og ætlum að reyna að skoða þetta á betur. En einhverjar spurningar þá held ég, þetta er ekki meira þá sem ég ætla að segja ykkur frá. Það er þessi ýmsir sem það er smá fakkir hérna, ýmsir sem hafa komið að þessu. Þetta er styrkt bæði Rannís og Rannsóknarsjóði og Íslensk erfðagreining, ræðgreindi gömlu sýnin, fjölmargir sem hafa hjálpað okkur með sýni og svo nemar og svo samstarfsmenn Agnar Helgason hjá erfðagreiningu og Tom Gilbert, prófessor í Kaupmannahöfn, aðstoða við að búa til þessi gömlu sýni til undirbúða fyrir ræðgreiningu með svona forn-DNA labba þar og eins fyrrandi samstarfsmaður Toms, þessi Michael í Þrándheimi sem að hjálpaði hér með norsku sýnin. En já. Þakka kærlega fyrir. Við höfum örfáa mínútur fyrir spurningar. Það er eflaust eitthvað sem að þið viljið spyrja Snæbjörn Kristinn Haukur. Ég kem með mikrofónum til ykkar. Já, takk fyrir Snæbjörn og Kristinn Haukur Skarphéðinsson heiti ég. Nú ætla ég bara að segja það að ég vitnaði við Finnur Logi Jóhannsson sem er búinn að vera með mér öll þessi ár að safna blóðinu. Hvar eru niðurstöðurnar, sagði Finnur alltaf. Hvar eru þær? Hérna eru þær. En það eru náttúrulega svo flóknar að við skiljum þær ekki. Já, þannig að þetta er náttúrulega mjög merkilegt þetta sem ég komið þó þetta er langt. En ég hef eina spurningu varðandi bara efniviðin. Það sem þú hefur verið að nota er bara blóð úr ungum sem voru teknum 2003 til 11, þetta er ekki 2010, en við höfum haldið þessu áfram og eigum náttúrulega hérna yfir 20 ára seríur ungum, nánast öllum ungum sem eru merktir eða flestir sem komast upp og auk þess erum við núna komin með fjölskyldusögu, þar að segja það er búið að lesa á foreldrana, þannig að það eru miklu meir upplýsingar ættir þessara fugla, þannig að það eru hérna, þannig ég eiginlega svona hvet ykkur svona að fara til að endurnýja blóðið sem þeir að nota og líka að fá inn þessa ættarsögu sem að gæti dýpkað mikið þennan skilning. Takk fyrir. Já, ég held að það væri mjög áhugavert að tengja þetta saman og bera saman hvernig þeir dreifast þessir fuglar úr þessum hreiðrum og hérna þarna þyrftum við eiginlega bara fjármagna verkefni aftur. Það er að sækja pening til þess sko, en allavega með að greina gögnin það þetta að vera kannski áhugavert held ég fyrir hana Brynhildi að skoða. Ég held að það væri mjög gott að og vissulega og jafnvel þyrftum við ekki eins og þarna var ræðgreint allt, en það er möguleiki kannski að velja ákveðna búta til að skoða, en þetta er orðið bara, það er eins og þetta verður allt ódýrara og ódýrara, þannig að það er spurning hvort að menn bara ræðgreina ekki allt, en velja kannski ákveðna ár, en eða fylla inn í það sem vakna spurningar kannski. Takk fyrir áhugavert erindi, Snæbjörn. Ég var að velta fyrir mér hérna þessum minni frjósemi arnanna á Íslandi miðað við það sem gengur og gerist erlendis, þar sem færri ungar sem komast á legg eða færri egg. Getur verið að það sé einhver önnur ástæða en skyldleikaræktun sem að veldur því að því nú hefum við sama fyrirbæri hjá íslensku tófunni. Hún eignast miklu færri eiginlega heldur en frænkur hennar á öðrum löndum. En þetta er bara pæling sko. Já, ég held að sko, þótt að ég sé með hérna erfðafræðigögnin sko, þá vil ég alls ekki sko vanmeta aðrar ástæður sko. Vorið getur verið náttúrulega bara slæmt á Íslandi eða kalt, bara síðasta vor var frekar slæmt og fáir ungar komast á legg þá. Og ég held að það sé kannski nærtækasta skýringin það ári með að við árið á undan ef ég hérna eða rétt hjá mér sko, það munaði töluverðu í fjölda unga sem komust á legg þau 2 ár sko. En og hvort það skýri þennan mun á meðaltalinu ég geti vel trúið að það sé líka erfðafræðilegur þáttur þarna sko. Að við erum með miklu minni breytileika og það hefur sýnt sig að hann getur skipt máli. Það er svona gögn frá Nýja Sjálandi fugla þar sem að
menn tóku með sér til dæmis frá Evrópu, þeir voru að nema land 19. öld eða 18. öld og þeir eru fuglar þar sem að gengur gegn, voru kannski fái fuglar og það er frjósemin dæmi að hún hafi verið minni og kannski minni svona klakaárangur og eggjum og slíkt. En já, en við erum svona með svona vísbendingar, ég er ekki beina svona kannski sönnum fyrir því. Við gætum kannski með þessum eins og gögnum sem að Kristín er að tala stutt þetta enn frekar, þar sem að við gætum sagt, jú, þarna erum við með unga sem komu úr sama hreiðri kannski og eru eignast afkvæmi saman, getum þá spurt, eiga færri afkvæmi. Og líka, það er eitt sem ég gleymdi að koma með í alla sýningur, það var jú bara dreifing, mynd af skyldleika stöðli þessara ungana. Við getum reiknað fyrir hvern einstakling, hvað hann er eiginlega í rauninni svona innræktaður. Og skyldleikin meðal ungana á Íslandi er tölverður. Við ætlum að fá eina spurningu í viðbót. Já, Sigurður Þórðarsson heiti ég. Ég langar að spyrja að ég sá að erninni voru, grænlensku erninni voru allir af Vestur-Grænlandi. Hvort það væri einhverjir ernir á Austur-Grænlandi sem gætu kannski verið skyldari íslenska erninum heldur en Vestur-Grænlenska erninu. Já, sko þannig já, svona Austur-Grænland er svona mjög svona arktískt, það nær jökullinn oft alveg út í sjó og það er held ég að séu engir ernir og ég er ekki viss að séu engir ernir á Norðaustur-Grænlandi heldur. Þannig að þetta er nokkurn veginn dreifingin á kortinu. Þetta er nokkurn veginn útbreiðsla svæði sko, á Grænlandi frá syðstáttinum og upp í svona diskóflóa. Þetta er svona nokkurn veginn. Þetta er svona og allt þetta svæði er eiginlega nánast hérna er jökullinn út í sjó nánast og hérna kringum Kulusuk og Ammassalik, þar er ekki ernir og já, ég held að það sé engin, rétti mér, það sé engin þarna á Östursundinni. Takk fyrir þetta. Þá er klukkan orðin meirinn 4, þannig að við þurfum því miður að hætta. Áður en að ég kveð ykkur, þá vil ég vekja athygli á næsta hrafnaþingi. Það er hann Halldór G. Pétursson, jarðfræðingur. Hann ætlar að fjalla skriðuföllin í Hörgárdal árið 1390 og áhrif Gásakaupstaðar. Já. Ég ætla að fá að misnota aðstöðu mína hérna, Kristján Haukur, að vekja athygli á málþingi næstu viku í Öskju, í líffræðihúsi Háskólans klukkan 16 á þriðjudaginn, sem fjallar